Komið blessu og sæl og verið velkomin í Hvíta máva. Gestur minn að þessu sinni ungu maður sem hefur fengist við vöru hönnun. Mér finnst þetta alltaf áhugavert. Og ég ætla að tala við hann það. Hann heitir Almar Alfreðsson og sest hérna í stólinn bara eftir augnablik. Almar, vertu velkomin. Takk fyrir. Þegar ég hringdi í þig til þess að biðja að koma að spjalla, þá varstu í vinnu hjá Akureyrarbæ. Í einhverjum verkefnum. Hvað er þetta að gera þar? Hvar starfarðu? Herru, ég var nýlega ráðinn verkefnisstjóri menningarmála hjá Akureyrarstofu. Nú, það er bara ekkert annað. Nei. Og í hverju felst það? Það er bara ótrúlega margt. Skemmtilegt. Já. Ég náttúrulega var með fótinn hérna hálfan inni í sumar. Og stjórnaði náttúrulega verkefnisstjóri listasumars. Þú varst með listasumar? Já. Og Jónsmessuhátíð og Akureyrarvöku. Varstu einn í þessu? Nei, það var ég og Hulda Sif. Já. Sem var í stólnum sem ég er í núna. Já. Og ásamt fleiru. Þannig að þú ert komin í þetta? Já. Og hvernig líka þér? Bara rosa vel. Já. Ég náttúrulega ekki langt síðan ég byrjaði. Nei. En þetta er mjög svona fjölbreytt og skemmtilegt. Annað en ég hef verið að gera. En þetta ekki eitthvað, byggir þetta ekki töluvert á því samt eins og þú hefur verið að gera sem hönnuður að það þarf að fá hugmyndir? Jú, auðvitað er það þannig. Já, það fá ekki allir hugmyndir. Nei, það er ekki auðvelt að fá hugmyndir. Nei. Það kannski kom ekkert alveg bara endalaust, sko. Nei. Það þarf stundum að vinna fyrir þeim, sko. Og þú gerði það sást strax á listasumri í sumar að þú varst með alls konar hugmyndir. Já, þegar ég sótti það starf þá var ég með alltaf kannski öðruvísi hugmyndir en hafa verið. Já. Aðeins bara út fyrir kassan, kalla oft. Og bara kannski aðeins öðruvísi leið. Sem bara tókst held ég, bara nokkuð vel. Já, þú sýndir bíó út allan bæ. Já, ég var út allan bæ með skjávarpa og hljóðkerfi og hverju minnsta föstudegi og ásamt kvikmyndaklúbb Akureyrar. Já. En þegar menn að fást við svona starf eins og þetta, að reyna að gera öðrum til geðs og skemmta fólki, þá er alltaf ákveðin gagnrýni líka. Jú. Varstu var við það? Já, kannski... Var sagt, þú átt ekki að gera þetta svona eða, akkur gerir þetta ekki svona eða? Sko, eftir að maður er búinn að vera í hönnunarbransanum í þetta mörg ár, þá náttúrulega þarf maður að læra að taka gagnrýni og nýta hana og náttúrulega alltaf spyrja sig ákveðna spurninga, er þetta rétt eða, og alltaf náttúrulega sjálfsög geta rökstutt af hverju maður gerir hlutina. Já. Og það gagnrýnisraddir sem komu, sem voru nú ekkert rosa margar. Það var alltaf einhver svör við þeim og svona ég held að fólk hafi bara verið nokkuð ánægt, sko. Þú ert alveg til með það, þú hefur alltaf, þú hefur rök fyrir því sem þú gerir og þess aftar. Já, sem vöruhönnuður, sko, þá eiginlega verður að geta rökstutt þitt mál og alveg bara í þaula af því þú ert alltaf spurður fyrst af hverju gerður þetta svona, af hverju ekki svona. Já. Þannig að það er gott að hafa það þarna. Sko, og nú ertu í þessu starfi, varst í þessu listasumri síðastliðið sumar. Já. Það kemur annað sumar. Já. Ertu byrjaður? Herðu, já. Það var eitt af þeim verkefnum sem þegar við fórum að líta yfir það sem við vorum að gera núna í sumar, eða síðast sumar, þá var svona að við þurftum greinilega að byrja fyrr, mun fyrr. Já. Og það að byrja þarna í apríl, maí er bara allt og seint á þessu öllu. Já. Og við fundum það alveg og það var mjög margir sem langaði að taka þátt en bara gátu ekki það að búa að bóka sér langt fram í tímann eins og það er bara hjá fólki sem hefur mikið að gera. Já. Og þannig að við ákveðum að byrja bara, við tókum bara góðan stöðufund á síðasta ári og fórum bara yfir kosti og galla, hvað þurfti að gera og þar að meðal var það að við ætlum að byrja fyrr að undirbúa og við erum strax byrjuð að undirbúa, búin að kalla saman svona kjarnan og svona aðeins leggja beinagrindina og sér verður núna strax í janúar þá verður opnað fyrir umsóknir á listasumri. Fyrir þá sem að vilja koma fram með sitt efni og sýna það almenningi. Já. Og þá verður til dæmis
hægt að komast inn í hof, deigluna, þetta var mjög svipað eins og í fyrra. Og þá voru náttúrulega einhver styrkir og síðan náttúrulega alltaf hægt að koma og senda manni hugmyndir eða svona koma með einhverja skemmtilegar pælingar. En þeir sem að sækja fá þeir borgað fyrir það að koma fram? Þeir sem eru með sækjum náttúrulega styrkina, þeir fá þá og síðan náttúrulega erum við sjálfsögum með ákveðna dagskrárgerð sem er náttúrulega greitt fyrir og er náttúrulega erum að greiða eins og við getum. Er einhverjir peningar í þessu? Það er ekki miklir. Má ég spyrja það? Þetta er bærinn. Já, það er einmitt þetta sko. Þeir eru ekki voðalega miklir en þeir eru einhverjir. Við reynum bara eins og við getum. Og reynum þá kannski að koma á móts með meiri hjálp við það sem er að framkvæma viðburðinn eða annað. Þannig að við svona reynum okkar besta. Já. Sko, sýnir það sig að þetta gengur? Já. Listasumar? Já. Þetta er sótt? Já. Eru heimamenn duglegir? Við sko erum núna í svona 30 ára process. Fyrsta ári var núna síðast og þá vorum við að prófa þessar nýju aðferðir. Svona gera kannski meira sýnilegri á netinu og bara vera með ákveðið svona, eins og við kallum það í hönnunarbransunum svona branding. Já. Það sem að það eru bara ákveðinir litir, það er búið til ákveðin logo sem við erum mjög ánægð með. Og svona þannig að þegar þú sér þessa liti og þessi logo þá veistu strax að þetta er eitthvað tengt listasumri. Fyrsta sem mér dettur í hug, listasumar. Já. Og þá er búið að vinna þannig að það er búið að vera búið að festa það gagnvart fólki. Já. Og náttúrulega fyrsta árið var sem sagt náttúrulega bara að reyna að brenna þetta inn í fólk og reyna að koma þessu mikið á framfæri eins og gátum. Þannig að vonandi verður auðveldara núna. Þannig að leið að fyrir að sjá litinn á logoinn þá fattar hvað það er að vera. Er þetta ekki er þessi grunnur sem þú hefur það sé að námið þitt og svo vinna við hönnun, vöruhönnun, er þetta ekki alveg upplagst í þetta? Jú, ég myndi halda það. Það var allavega svona rökin fyrir þegar ég sótti þessa vinnið mitt. Já. Ég væri svona kannski aðeins annar staðar heldur en svona kannski þessi sem eru fastir í Excelinum og Wordinu. Kannski líka þar en líka svona aðeins út fyrir kassan, sko, útlit og annað, sko. En hvað þýðir það? Þetta er full vinna. Já. Hvað þá það sem þú ert búin að læra og vannst við og ert orðinn þekktur fyrir, þar að segja þessi vöruhönnun? Já. Getur unnið eitthvað við það? Sko, þetta náttúrulega byrjaði í síðasta sumar, þegar ég sótti þessa verkefnisstjórnun fyrir þessar hátíðir. Og þá þurftum við konan aðeins að setjast niður og svona sjá hvað. Þetta mun greinilega hafa áhrif á allt sem við erum að gera núna, því ég hef verið sjálfstæðsstarfandi alveg frá því ég útskrifast. Já. Þannig að þetta er alveg rosalega breyting, sko. Þannig að núna var bara 8-4, sko, og svoleiðis, að meðan maður gat unnið svona þessu öðruvísi breytilega tíma í hinum. En við látum þetta bara ganga, prófum þetta, og þetta gekk upp. Og síðan þegar þetta starf var auglýst, þá settust við aftur niður. Búin að spá, hvernig getum við erum komin hana með nokkra vörur sem við erum að framleiða. Hvernig er það gagnvart viðskiptavinum okkur, núna bara það sem eftir er. Og síðan náttúrulega erum við með búðina okkar litlu. Og konan ætla bara að koma meira inn í hennan bransa og fyrirtækið og ætla bara að vinna meira saman. Já. Búðina litlu? Já. Þú ert með lúgu? Já. Segðu mig meira af því. Já, sjoppan, vöruhús. Sjoppan, vöruhús, já. Þetta er hugmynd sem er kveiknaði þegar við vorum í framkvæmdum, sem við búum núna í listageirinu. Og upprunalega hugmyndi var að vera bara með nokkra vörur inn á verkstæðinu hjá mér. Ég er með svona verkstæði eða vinnustofu, sem er líka uppi. Og bjóða þá fólki bara að koma og versla það vildi. En síðan er náttúrulega vinna mín hefur verið þannig að það er alltaf erfitt kannski að hleypa fólki inn vegna stundum ef maður er að sulla með gifs og annars svona leiðindi, sko. Eða sprauta, þá má enginn koma inn og það ríki og öðru, sko. Þannig að það var svona spurningamerki hvort við myndum hafa búð þar, sko. Þannig að þegar ég var ég var ekki að segja þetta í sjónvarpinu, en þegar ég var á klósettinu einu sinni, þá kom þessi hugmynd og ég bara því ekki bara gera bara litla verslunir í andrinu hjá okkur. Við erum að taka hurðinni í gegn, setja bara lúgu eins og var í gamla daga, mamma eftir í gamla daga, bara pínlitla búð og selja vörurnar þar. Í gegnum lúguna? Í gegnum lúguna, til dæmis. Mamma var nú alltaf kom inn samt. Já. Barðundu konuna, hún var svona efins kannski fyrst. Já.
En hún hefur oft séð mig fara á flug og hún er svo sem heldur mig kannski niðri líka, sko, sem náttúrulega gott. En þarna fór hún bara á flug með mér. Já. Þannig að við ákvæmum bara að kýla á þetta. Þetta er ekki það mikill kostnaður, sko, fyrir okkur. Þannig ef þetta hefði ekki gengið, þá bara gert það bara venjulega andýri með fatahengju og skóm, sko. Já. En þetta gekk upp Já. og við erum núna keyrin í 4. árið. Búið að ganga ótrúlega vel og við erum með 50 vörur í boði. Þetta er ekki um 3 fermetrar. En þetta snýst allt sko, hugmyndina. Þess að nálægði við viðskiptavinin og þessar gömlu tengingar til dæmis þegar ég var yngri þá fór maður alltaf í Garðshorn og keypti sér sælgæti fyrir sko, vikupenningin. Og þá hitti maður eigandan þar og spjallaði, hann heilsaði mann með nafni og lítil þröng búð með fullt af vörum, alls konar litríkt nammiborð og svona. Það var svona tengingi þegar ég fór að pæla í hvernig við ætlum að útfæra hugmyndina sjálfa. Þá var þetta svona innblástur. Já. Mjög skemmtilegt. En sko sjoppan og lúgan, Já. Selurðu í gegnum lúguna? Gerurðu það? Já. Og sko, þegar viðskipti, sko, það er náttúrulega opið á kvöldin hjá þig líka á ykkur. Það er opið bara þegar við erum heima. Það er opið þegar eru þið heima. Og er það bjalla, hringir einhverja kallar eða bankar? Já, það er sko, við auglýsum reyndar alltaf opnunartíman eitthvað á netinu. Og síðan er náttúrulega bara svona miði í lúgunni þegar það er opið að fólk með hringja bjöllinu sem er þarna í horninu. Og þá bara skokkum við niður ágrið. Já. Og síðan er þetta náttúrulega voðalega heimilislegt, þannig að ég hef nú alveg fengið símhringingar og spurt hvað þetta geti reddað viðkomandi því að gleymdist einhver gjöf eða eitthvað og við erum ekki með opið samkvæmt tíma, sko. Já. Þá annarkvort bara skutlast maður heim eða skokkar niður og opnar og það er ekkert mál. Þú segir konaðinni með þessu, með þér í þessu. Hver er hún? Hún heitir Heiða Björk Viljámsdóttir. Já. Hvaðan kemur hún? Hún er frá Grenivík. Já. Við kynntumst í framhaldsskóla. Aha. Og við erum bara búin að vera síðan, sko. Þið eigið eitthvað að börnum eða hvað? Við erum eina stelpu. Já. Sem er 5 ára, verða 6 ára. Já. Míu. Og sko, það er ekki nóg að þú vinnir í Listagilinu, sért með sjoppu, vöruhús í Listagilinu, heldur sko þið búið það líka. Já. Það er ekki hægt að vera nær, held ég, menningunni, sko. Nei, hvernig er það? Það er rosa fínt. Já. Við náttúrulega, þegar við fluttum norður frá Reykjavík 2012, þá vorum við fyrst að leita að einhverju litlu húsi á brekkunni, einhverju svona með svona kósí garði og eitthvað svona. En eftir 1,5 ár, minnum mig, þá bara var ekkert svona eitthvað kósí lítið sem var bara á markaðnum þá. Það var alltaf eitthvað svona risastórt sem þurfti algjörlega að taka í gegn og eitthvað svona, við vorum ekki alveg þar. Síðan einhvern veginn þá bara birtist þetta og við svona, eigum að kíkja á þetta. Þetta er reyndar niður í Listagili, sko, ég veit ekki. Það geta aðeins fyrir börn en eins og list, en við hugsum alltaf svona frekar með svona opnu huga, þannig að við bara fórum og kíktum á þetta. Þá var þetta þessar 2 íbúðir sem var greinilega búin að vera aðeins smá partístand í gangi, þannig að það var nú ekkert neitt voðalega fallegt þarna inni. Þannig að við þurftum hefðum þurft að taka allt í gegn. En okkur leist rosa vel á það sem við gætum gert. Við ætluðum náttúrulega alltaf að vera með vinnustofu fyrir mig og síðan náttúrulega heimili og síðan einhvers konar garð. Og það var alltaf spurningamerki með þennan garð, af því þarna í Listagilinu náttúrulega bara bein umferð, beint fyrir framann og þá var þessi flotti bakgarður, lokaði bakgarður sem ekkert margir vita af, sem er bara með kirkjuna beint fyrir ofan. Já. Þannig að við fengum sko eiginlega bara klukku með, sko. Þið fengu bakgarð og klukkurnar. Já. Maður er fljótar að vinnast klukkunum samt. Já. Alveg ótrúlega fljótar. Já. Og þannig að þið gerið þetta, takkið ákvörðun, gerið þetta upp. Gerum þetta alveg upp. Já. Og förum í ákveðnar breytingar og breytum hana niðri og setjum lúgu og smiðirnir voru líka alltaf svona klóra sér í hausnum þegar það kom beiðni að gera lúgu á einkaheimili í Listagilinu. En já, þetta er allt gengið vel. Já, en sko, þú ert búin að læra þetta. Já. Eftir hvaða skóla? Í hvaða skóla varstu búin að fara áður ferð í vöruhönnun? Sko, ég er náttúrulega bara á leiðinni allt annað. Ég ætlaði að fara í viðskiptafræði eins og pabbi, sko. Og var að byrja því þegar ég var í framhaldsskóla. Og bara á viðskiptabraut þar. Já. Og ætlaði síðan að fara, bara í
skólann í Reykjavík eða gera eitthvað svona. Bara í business? Bara í business, sko, pjóra business. Síðan einhvern veginn leittist ég út í að fara eins að matreiða. Já. Og meðan að kona var að klára sitt nám sem er líka í verkmenntaskólanum, þá tók ég önn í matreiðslu. Í verkmenntaskólanum? Í verkmenntaskólanum, já. Fékk síðan samning í Reykjavík. Það er ástæðan fyrir fluttun suður. Þú ætlaðir að fara bara í kokk? Já, já. Kom með samning og allt. Já. En síðan bara fann ég mjög fljótt að ég er greinilega ekki alveg þarna í atvinnu. Ég er meira svona áhugamanna, sko. Já. Þannig að ég hef alltaf verið þannig að þegar ég finn að það er eitthvað ákveðið, þá gef ég ákveðin séns og síðan bara stoppa ég og finn mér eitthvað annað. Já, þú finnur strax hvort þetta eigi við til frambúðar. Já, alveg. Þannig að það er mjög gott. Já. Og Já. Þannig að við fluttum suður og þetta gekk ekki upp, þannig að ég fór bara að vinna reyndar í veitingageiranum, síðan fór ég að vinna í hótelgeiranum og bílamerkingum og annað. Og síðan kom stóra spurningin frá konunni, hvað ætlar að gera þegar við vorum stór? Þannig að ég fór og settist niður og klóraði mér eins í hausnum og fór að spáða spöglega hvað væri gaman. Hvað finnst mér gaman að gera? Hvað finnst mér gaman að gera? Hvað finnst mér gaman að gera í gamla daga? Og þá var náttúrulega endalaust að skapa og búa til og nota ímyndunaraflið og svona skemmtilegt. Og leiður fyrir hugsun það, þá fékk ég alveg svona ákveðna tilfinningu, en ég bara já, þetta gæti eitthvað verið eitthvað sniðugt. Þannig ég fór að skoða Listaháskólann og það er náttúrulega alltaf strangt inngönguferli þar. Þannig að ég var ekki alveg kannski með, það þarf að gera svona sérstaklega möppu til að komast inn með verkum. Ég var bara ekki með neitt svoleiðis, þannig ég tók 2 ár í iðnskólanum í Reykjavík sem heitir náttúrulega Tækniskólinn í dag og náði mér þennan grunn, sótti ætlaði fyrst í arkitektur og sótti reyndar líka í grafíska hönnun og síðan bætti Guðmundur Oddur Koddur mér á að sækja líka mig í vöruhönnun. Ég vissi ekki alveg hvað vöruhönnun var. Já. Þannig að ég bara já, prófum bara. Setti inn, skilaði inn 3 möppum, eða bókum. Ég bjóti svona flotta bók sem svona alls konar dítelum og svona sem er eiginlega vöruhönnun í sjálfum sér, en ég vissi það ekki þá. Sótti komst inn í viðtal í arkitektur, ekkert að frétta frá grafíska hönnunni, en komst líka í viðtal í vöruhönnun, þannig að komst síðan inn í vöruhönnun. Og það svona fyrst hvað er eiginlega vöruhönnun? Er þetta bara búið til einhverja eyrnapinna og stóla og eitthvað? En þetta er svo mikið meira. Og ég held að ég geti nokkurn veginn sagt að vöruhönnun og námið sem ég var í var alveg ótrúlega skemmtilegt. Og ég held að það hafi ekki verið neitt leiðilegt, sem er alveg magnað. Já, og þetta í gegnum Listaháskólann? Já. Já, og hvað eittir mörgum árum ekki? Hvað varstu lengi þar mörg ár? Þetta 3 ár, 3 ára bíónám. Þetta 3 ára nám? Já. Og þetta háskólanám? Já. Og hvar stóðstu svo? Heyrðu, síðan var það bara... Alma minn, nú ert þú bara búinn, gjörðu svo vel, farðu til lífið. Já. Ég enda að vera mjög heppinn, því að það er kannski ekki, þetta er ekkert auðveldur bransi. En ég á síðasta degi útskiptasýningarinnar þá var ég spurður hvort ég hefði áhuga að taka þátt í verkefni að hanna veitingastað, bara frá A til Ö. Og ég sagði náttúrulega já við því. Það var ásprósess sem það tók. Allt frá bara teikningum og hugmyndum upp í lithávala efni á stólum og annað, sko. Já. Mjög skemmtilegt. Og síðan hefur þetta eiginlega alltaf verið þannig að það hefur alltaf verið nóg að gera. Ég ætlaði alltaf að framleiða lokaverkefnið mitt, sem er svona barnaleikfang sem heitir Hugfeng. Fekk alveg mjög góða dóma og maður með þess að sagt að kynna þetta fyrir Bríó, barnaleikfangafyrirtækinu, stóra. Ég bara ekki komast í það ennþá. Já. Það er bara búið nóg að gera. Síðan náttúrulega kom þarna þessi snilldar hugmynd sem er Jón í lit. Jón í lit, já. Það kom hann líka. Hann lifir enn? Hann lifir enn, já. Og það er margir sem halda að það sé útskiptaverkefnið mitt. Já. En það er nú ekki það. Ég hefði haldið það líka. Já, það eru mjög margir, sko. Og það kom nú bara fór nú í gang
var nú fyrst sem jólagjafi fyrir fjölskyldumeðlimi 2010 þegar ég var á öðru ári í vöruhönnun og var þá að læra svona mótagerð og annað. Þannig að það síðan fór í gang hérna 2011 í alvörunni svona bolti fór að rúlla, selja í verslanir og annað og síðan bara einhvern veginn hefur nóg að gera sko. En þetta svo sko maður að velta því fyrir sér og þegar ég var að hugsa til þín meðan ég var að gera handrit að svona þætti að sko þá hugmynd, vinnana, jafnvel seljana og sko allur prósessin, umbúðir, litur og allt þetta eins og þú gerði til dæmis að það fer örugglega mikið tími í þetta, allan undirbúningin áður en fer kannski eitthvað að koma inn á peningum sko. Já. Það er þannig, maður sér ekkert gróða sko strax. Nei. Ekki að selja bara því litt mikið magn í upphæði sko. Já. Eða verið búin að forselja eitthvað eins og er oft með Karolínu Fund og annað sko. Gastu gert það eitthvað, til dæmis eins og með Jón? Já, ég hafði sko, ég var nú ekki með svona Karolínu Fund en eitt svoleiðis, en ég var með ég var búin að safna eins smá pening, þannig að ég gat byrjað svona gott start. Já. Og einhvern veginn fór boltinn bara að rúlla strax, þannig að verslanir vildu bara kaupa þetta strax. Og þannig að ég var strax farin að sjá og ég gat svona fengið inn pening til þess að kaupa inn þessar tráefni fyrir næsta. Þannig að þetta gekk bara rosalega og síðan bara jókst þetta og þá bara náttúrulega gat maður aðeins bara að hugsa að bara starfa við þetta. Já. Þannig að ég er búinn að vera mjög heppinn hvað þetta var. En eins og ég sagði, nú ert í fullu starfi hjá Akureyrarbæ við sköpun á skemmtunum fyrir fólk. Já. Ertu ekki með fullt af hugmyndum sem þú átt eftir að vinna? Jú, það er rosa mikið sko. Já. Ég sagði nú fyrir, ætli þessi ekki, 2-3 ár síðan að ég væri með vöru sem að væri kynnt sko á næsta ári. Það er sko, 3 ár síðan sko. Já. Hún er ennþá á næsta ári sko. Já, hún er á næsta ári. Já, þetta er að koma. En þú framleiðir undir vöruheitinu Almar? Almar vöruhönnun, já. Almar vöruhönnun, já. Og ertu farin að selja sko, er þetta komið í útlönd eitthvað af þessu? Við erum ekki með hennar verslanir í útlöndum. Nei. Það er kannski erfiðara að markaðssetja Jón fyrir útlendinga. Já. Af því að í dag, maður þekkir það bara sjálfur að þegar maður fer í búð þá er maður kannski ekki mikið að skoða sko, ef maður gefur sér ekki það mikið tíma í vöruna að það sé hægt að útskýra fyrir því hver Jón Sigurðsson var. Já, sagan. Já. Og þannig að við höfum alltaf stíla bara á Íslendinga en auðvitað þegar útlendingar koma í búðan til mín finnst þetta mjög áhugavert að vita hvað ég geri og ég býði mig oft upp á vinnustofuna og sýni þeim og svona hvað ég geri og þá kaupa þau. En þetta er aðalega Íslendingar, þannig að mjög mikið Íslendingum í útlöndum, það er nú eitt. Trump, þetta er í hug. Já, Trump, já. Abraham Lincoln, já, það er einhverja svona þekktar persónur úr sögunni, hvort sem er frá Vesturheimi eða Evrópu. Það er alveg möguleiki, sko. Já. Almar, þú foreldræðinni, hver eru foreldræðinni? Það er Helga Haraldsdóttir og Alfreð Almarsson. Já, þau eiga þig, en þú ert frá, hvaðan ertu? Ég er frá Mið-Ameríku, Guatemala. Þú ert frá Guatemala? Já. Alveg rétt. Og þú kemur hingað bara pínlítið barn? Ég kem hingað í desember 1980, 2 mánaða gamall. Já, 2 mánaða? Já, í kuldan. Og ert búinn að venjast honum? Já. En þú, Almar, ert í sambandi við eitthvað af fólki eða hefurðu farið þarna niður eftir, eins og maður segir? Ég hef aldrei farið, en það er svona á óskalistanum. Þetta er nú kannski ekki, friðsamasti hluti heimsins? Nei, kannski ekki, sko. Kannski svolítið erfitt. En þú hefur áhuga á því? Já, alveg, sko. Það er ég hugsa oft þetta, sko, fara. Hugsarðu þangað? Já, oft þegar maður er að hanna eitthvað eða reyna að fá hugmyndir þá horfi ég alltaf í bernskuna og líka bara tilfinningar og annað. Já. Og þá er náttúrulega oft bara, tími bara með mömmu og pappa og síðan fann maður að pæla í hvernig það er þetta ef ég hefði ekki komið til Íslands. Já. Hvernig staðan væri og Geturðu ímyndað þér það? Nei, eiginlega ekki, sko. Nei. Ég held að ég veit það ekki eins og það getur bara... Þú myndir áreiðanlega kannski ekki endilega búið í Listagili? Nei, sennilega ekki með lúu heldur. Ekki með lúu? Ekki með lúuna, sko. Nei, en hver veit? Já, maður veit ekki, þetta var bara... Veistu sem sagt þá ekkert fólkið þitt?
Ég veit bara nafn á móður minni Já. og í hvað bæ ég fæddist og svona einhver nokkri pappir. Ertu ekki búinn að fara á Google Earth í bæinn og skoða? Jú, það var þarna þegar Google Earth kom fyrst. Já. Þá fór maður svona að skoða eins og svona. Hvernig líst þér á? Bara ágætlega, þetta er allt öðru seldur en hér. Já. En þér líður vel hér? Já, rosalega vel. Já. Ég hef alltaf gert. Já. Þú ert í góðu starfi og með góðar hugmyndir. Það fullt aðeim allavega. Já, og líður vel. Já. Æ, það er gott. Þá ætla ég líka að taka mynd af þér. Já, endilega. Í lokin. Sjá. Jú, kallinn kemur vel út. Almar, þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir.